Þótt innflytjendur séu 7% þeirra sem búa á Íslandi sýna rannsóknir að rödd þeirra afar veik í íslenskum fjölmiðlum. Fjölmiðlar leika mikilvægt hlutverk í samþættingu innflytjenda að nýju samfélagi, meðal annars með því að endurspegla samfélagið. Doktorsneminn Helga Ólafs segir að þeir geri það þó ekki í raun. Þátttaka innflytjenda heldur takmörkuð í íslenskum fjölmiðlum og svo virðist sem fjölmiðlar leiti ekki mikið til þeirra. Þannig að það er þó frekar að tala við þá forsvarsmenn í einhverjum samtökum, opinberum stofnunum og annað slíkt. Þannig að rödd þeirra ekki mikil og hávær í fjölmiðlum. Helga segir að umfjöllun innflytjendamál hafi minnkað töluvert eftir efnahagshrunið. Að auki hafi efnistök fjölmiðla á uppgangstímanum átt til að vera býsna einsleit. Á þessum tíma þegar uppgangurinn var sem mestur og fólk var að koma hérna í stórum mæli, þá voru þetta svona, hvað ég að segja, eins og ókunnugt fólk. Við þekkjum ekki þennan hóp. Umræðan á þessum tíma 2006 sérstaklega, þá var umræðan mikið í tengslu við lögreglu og dómsmál eða svokallar afbrotafréttir eða hátt í þriðjungur umræðanar í íslensku dagblöðum. Helga segir að fjölmiðlaumfjöllun hafi áhrif á sjálfsmynd innflytjenda sem og á viðhorfin til þeirra. Því verði mikilvægi fjölmiðlana seint vanmetið. Þegar við tölum umfjöllun innflytjendur og þátttöku innflytjenda í íslensku samfélagi, þá erum við að tala eru þeir hluti af íslensku samfélagi. Þegar við flettum blöðum eða horfum eða hlustum á sjónvarp og útvarp, þá svona í fyrstu sýn þá eins og það búi hér eingöngu Íslendingar. Miðlarnir í raun og veru endurspegla ekki fjölbreytileika íslensks samfélags í dag.